Þannig, sko, æfingin í dag bókum minn dead. Já. Svo eru 2 axlaræfingar, hliðarpressa, face pull og síðan 4 sett af 10 uppbyggum. Sick. Good, checka þetta, ég var að fokkin leika mig með AI. Þú veist þetta, White House card og eitthvað. Ég var svona, ég hugsaði fyrir mér, White House, ef ég geta sett upp í fokkin White House, af hverju geta það ekki á Bessastöðum? Nák. Guð, þetta fokkin geðveikt sko. Sjá þetta, fokkin fáni, búm, fáni, búm. Þú veist, þetta verður geðveikt sko. Það fyrir ekki. Og svo náttúrulega bara, herri, gett gott veður, og svo bara, þú veist, í 3. lóti, hagli, svo bara 4. lóti, rigning, svo bara 5. lóti, sól, skilurðu. En þetta er geðveikt sko. En þú ert svolítið ekki verið að trúa þessu. Ég notaði AI til þess að búa til poster. Það er vel gert þér sko. Ég hef leitt eitt svona fyrir fólk eða vilt vita eitthvað lyftingar. Þetta er bara minni reynslu og þú veist, ef það er einhver æfing sem betur til, ef þú skottar og nærið þungu skotti, þá af minni reynslu, það sem ég sé með mína lyftingur, þá verður deadið þeirra miklu betra. Já. En það er ekki að hækka deadið, þá verður skottið ekki betra. Já, ég sammála. Þess að við tókum með Emil, við hækkuðum skottið hans frá kannski, mann ekki 100 upp í 130 og þessi tími 100-130 við deadum ekki neitt. Síðan tókum við nokkra mánuði þess að við deadum þú veist, hinn og bara fór upp í 170 deadið hans. En þú veist að fá skottið frá 100 upp í 130 þá tókum við kannski hálft ár, 9 mánuði eða svoleiðis. Það fór alltaf bara allt upp eftir að við sko náðum góðu skotti. Já. Það bara lífið mitt var alveg betra sko. Já. Þú veist. Betra kynlíf og allt sko. Þú veist, bara dagur og nótt sko. Bara hrikalegt. Þannig að setna reppi var betra. Bara í byrjun, þú rúlaði hann í tinning og sé að þú settist niður og þá rúlaði hann aftur áfram. Þannig að þú þarft einhvern veginn að, þú veist 3 mínútur? Já, 35. Settu bara 3 og sen býðu upp aðeins. Þú veist, þegar þú ert búinn að læsa þig inn í stöðuna og þú þarft að setjast niður án þess að sköpnungarinn snerti svingina. Þú mátt ekki íta svingina á því. Þannig að þegar þú ert að setjast niður þá þarft að setja rassið svolítið meira aftur. Ekki bara hnén á. Já. Og líka lótar bara meðan við betur. Það hefur verið svolítið erfitt fyrir mig. Hvað þú að segja, þessi detti og ég skotta svona einhvern veginn lóta með það. Já. Það var rosa mikið bara svona að fara svona. Það veist, ég get sendið ykkur, þið getur bætt inn klippur það sem Emil er að skota í fyrsta skipti sko. Eða svona með fyrsta skiptunum sín. Það er hilarious shit. Já, bara gauð, settu stöngina frá þér. Þetta var bara, ég tók front squat, ég man ekki hvað var mikið að stönginu. Bara eitthvað pínu, fór niður, listu þess að búið bara, skila þessu. Það var bara svona, þú veist, ég vissi ekki eins og hvað líkamöfn var í miklu hakki fyrir þarna áður en við byrjum að taka fyrir styrktaræfingar. Og svo, þú veist, það breytist allt bara. Einhvern veginn, þegar maður bara byrjaði að hugsa sko hægt að bæta við eitthvað svona auka dótið sem að skiptir einhver máli og hugsaði bara svona hugafarið bara hér erum við bara að reyna að vera sem líkamlega bestir sko. Það er bara sterkir, hoppa hátt, hraðir. Og ástæðan fyrir að við drullum stundum yfir alls konar hluti er ekki vegna þess að við veitum ekki hvað það er. Þú veist, við prófum í byrjun alls konar fucking drasl sko. Já. Það var ekki fyrir við byrjum bara með svona no bullshit approach
Einmitt. sem allir voru að tala gegn og þá fór þetta að virka. Einmitt, bókstaflega bara mest basic hlutinir. Bara sterkt end, sterkar hnébu. Bara sterk hnébu á númer 1, 2 og 3. Já. Læra að hoppa almennilega. Einmitt. Auka hraðan aðeins í hlaupunum. Sprettirnir. Já, síðan með axlirnar. Það var náttúrulega með axlirnar svo í hakki og bara byrjuðu ótrúlega léttar æfingar og bara konstantli að setja inn voljúm, bara ná voljúmum til að byggja þau upp. Já, og mér varst líka með axlar, og því að axlinn mínar eins og vinsturöxlinni, ég var með meiðsli í henni að bara gat ekki, sko, boxað mjög lengi. Bara, heyrðu, alls konar teygjur og mobility, ekkert af þessu fucking kjaftaði virka á mig. Skal virka yfir axlinn mínar. Styrkja þér. Já. Bara axlapressa, bara behind the neck axlapressa, bara byrja bara að gera þetta sterkt og þetta var veikt, það var ekkert í kringum þetta. Og fyrir svona gamla YouTube-nölla þá var það, ég sýndi honum eitthvað svona James DeFranco shoulder svona rútínu sem James DeFranco gerði. Hann gerði það var eitthvað svona plate race og eitthvað hérna kjaftaði skilur. Og þegar hann fór fyrst til Bandaríkjanna og gerði þetta bara konstant, síðan komið tilbaka með miklu betri öxl. Ég bjóst við að hann myndi koma tilbaka með slæmu öxl og það var bara boxa. Nei, þá gerði hann bara litlar axlaræfingar, bara dedicated að sig að gera það, miklu betri. Miklu betra sko. Sem alltaf í hakkinu sko. Það er svo lengi að ná honum svona rétt eftir að næ hinum. Mikið áfram og kom smá svona í sjöfnum. Halda hnjánum aftar. Já, bara brassið meira aftur. Og ef þú þarf, þú mátt renna að og upp. Þannig að má renna af þér, þá kemur upp og má ekki renna frá þér á sjöfnum. Ok, bara basic. Ekki sans. Svona smá, má ekki heyra það sko. Okay. Það sem er góðið við hann sem íþróttamann er að það er eiginlega aldrei sem ég þarf að pússa honum lengra. Ég þarf alltaf að draga aftur úr. Og þjálfar að vita það alveg. Það er miklu betur íþróttamann sem er það ákafur að maður þarf svolítið að vera svona skynsamur sött og sjá að bakka eins af sko. Þannig ég þarf aldrei að pikka hann upp til að fara með hann á æfingu. Þá meira bara að sjá hann að slaka á æfingunum. Og Emil hefur það sko. Það er ekki sjálf mér að segja þetta. Sko, það er ábest náttúrulega eftir maður að byrja að vera atvinnu íþróttamaður. Og maður æfir hérna mótana í 2 tíma og síðan fyrir heim, bara hvað ég get betur og horfir á þetta og eitthvað svona og tala. Og maður bara með yfirþjálfara og maður bara með styrktarþjálfara. Maður bara aðeins í allan dag og búið til content endalaust og bara svið fólk bara, já, hvað gerirðu? Bara, já, ég er atvinnu íþróttamaður, boxari, 4-0, já. En hvað vinnurðu? Og bara hérna, já, fuck me, right? Fuck me, right? Einmitt, nú sittum við fram á skrifstofu í nokkra tíma og yfir einhverjum blýantum og þú heldur að sé bara dullir heldur en ég. Helvítis, þú veist, skulum hafa það. Og þetta fer náttúrulega bara, sko... Ekki setja hann aðeins herra, eftir hann tegur svona lága. Svo fer þetta náttúrulega líka svo djúpt inn í bara ræturnar á þessu. Allir elska listamenn og... Gerir þetta svona, ég skilja. Er það ekki? Jú, bara flott. Ég ætti að vera að geta standandi. Þess að spurði hvort þú ætlar að vera svo lágt. Er betra að gera þetta svona að standi? Bara það er svona meira stöðu, sko. Ok. Það er meira stöðu svona, bara flott, sko. Já, svo verður þetta alltaf svo djúpt líka. Fólk elskar náttúrulega listamenn og tónlistamenn og íþróttamenn og allt svona. Þegar það er náðu langt. En svo er svona, ok, erum við að skapa eitthvað umhverfi fyrir þetta fólk að geta gert það. Skilurðu? Svo bara, þú veist, þú ert að reyna að gera þetta, já, einmitt, þú ert að gera þetta og æfa bara 6 tíma á dag og svo verið í vinnu 14 tíma á dag og bara eiga konu og hund og börn og stafna fyrir íbúð líka og eitthvað svona. Svo er þetta sama lið bara, hvað? Þú ert bara farin á listamannalaun. Hvaða rugl er það? Bara, þú veist, herru, eins og ríkið sé ekki búin að halda þér uppi. Hannes Holmstein, seinustu 20 árin sko, beilaðir út þegar þú fokkar upp. Það var rugl sko. Já, þannig, þú getur bara að googla þetta er allt satt. Já, stjórnmálamenn eru á spenanum alveg svo listamannalaunin. Nákvæmlega, svo bara, já, þetta er listamannalaunin, herru, þú veist, þegiðu sko. Það er alltaf sumdu þessi listamannalaun
Þú veist, það er bara svo vel trakkað, það er bara, ég skrifaði svona marga bækur á svona mörgum árum og auðvitað að gagna. Það er svo mikið af fólki á ríkinu, gerir ekki fokkin skatt. Nei, þess ég er bara áhyggjur umhverfið sem er að skapast út af því að annars staðar í Evrópu, ekki bara þeir hafa miklu meiri pening fyrir þá íþróttamenn og listamenn til þess að skara fram úr, heldur líka er bara virðing fyrir því. Skilur þau? Það er bara, hvernig getur þau verið með bara fólk í Breiðholtinu, lágtekju fólk og að skapa bara, heyrðu, ég ætla bara að búa til bara aðfinnu. Skilur þau? Það er bara tækifæri fyrir bara stelpur af erlendum uppruna, lágtekju fólk í Breiðholtinu, heyrðu, við ætlum að valda þetta leið. Það er bara auka virðið sitt og það er bara geggjað í framtíð. Heyrðu, ríkið vil ekki fara að styrkja okkur. Ekki bara að þeir vil ekki styrkja eitthvað svona dót, gera allt sem þeir geta til þess að koma í veg fyrir að starf blómstri. Skilur þau? Þetta er náttúrulega, ríkið er að styrkja það eitthvað, það náttúrulega er að, þú veist, styrkja þetta húsnæði. En það voru svona, þau gera bara eins lítið og þau geta gert. Það er eitthvað auka, ef hann Brynjar biður hvað er þetta eitthvað fundarherbyggi. Já, einmitt. Það var bara eitthvað, þú gerir ekki fokkin fundarherbyggi. Fundarherbyggi í kjallaranum, skilur þau? Þurftu sko útlendingahartarnir í miðflokknum að mæta og mála, skilur þau, svæðið, eitthvað. Já, stundum er vel að setja peningana í bara eitthvað rugl í þessu íþróttastarfi svona. Einmitt. Það er í kórnum sem við ætlum kannski að fara í. Já. Það er eitthvað húsnæði í kórnum sem búið að vera aukt í 20 ár. Já, ok. Sem er notað sem geymsla. Einmitt. Og bara tilbúið til þess að einhver íþróttafélag getur komið hann inn. Ég veit það ekki sko. Ég veit það ekki. Herru, einmitt. Þau vilja frekar borga hérna 8 milljónir á ári í eik fasteignafélag til að halda okkur hérna í staðan fyrir að flytja okkur yfir sko. Já, einmitt. Af því að við erum náttúrulega að græða svo mikið pening hér sko. Geituæfing sko. Það er svona miklu skemmtilegar að taka svona 2 eða 3, já, heldur að taka 10 með bodyweight sko. Manni líður ekkert rosalega svona, þetta er svona fokk já stemning. Pína sig. Já. Hypertrophy. Það ekki? Hypertrophy. Hvað er það á íslensku? Það var snækku. Það er fucking settur. Shit. Lokorð. Sko, ég vildi að það væri bara crossfit uppbyggingar í prógraminu sko. Það væri bara miklu skemmtilegar heldur en þetta kjaftaði. Djöfulli sko. Fuck. Herru, við tökum svona alltaf. Þurfum að ná góðu dagpappi og klára vídeoði. Tilbúinn? Fuck, þetta er eins og henni. Góð. Nei, eins og henni. Fuck, þetta er ekki.